Aðalfundur einingar Iðju var haldinn á Akureyri á þriðjudagskvöld. Björn Snæbjörnsson var endurkjörinn formaður. Björn, í staða félagsins núna þessa mundir? Já, hún mjög sterk. Það mjög virkir félagsmenn. Það stórir hópar fólks á 300 manns sem svona ýmsum trúnaðarmenn og ýmsum ráðum og nefndum hjá félaginu. Þetta mjög samstiltur hópur og virknin í félaginu mjög góð. Hvernig gengur að fá fólk almennt til trúnaðarstarfa og svona almennra starfa fyrir félagið? Það gengur bara mjög vel og við höfum aldrei verið í vandræðum með að fá fólk til þess að gegna störfum hvort sem er trúnaðarmenn eða í trúnaðarráði eða stjórnum hinna ýmsu stofnana hjá okkur. Aldrei. Þetta nokkuð stórt félag? Þetta tæplega 7400 félagsmenn í einingu Iðju sem ná náttúrulega frá Siglufirði til Grenivíkur og Hrísey og Grímsey. Hefur félögum fjölgað á undanförnum árum? Það hefur frekar lítil fjölgun á síðasta ári, það hefur verið meira en það var svona frekar eiginlega stóð í stað á þessu ári. Þegar maður lítur á söguna, ég spannar rúmlega 100 ár. Já, í febrúar voru 110 ár síðan að raunverulega forveri einingar Iðju var stofnað og það eru 24 stéttarfélög hér á svæðinu sem orðið raunverulega 1. Þannig þið eruð eldri heldur en sjálft ASÍ? Já, 10 árum betur og þannig að þetta löng saga og líka verið að skrifa sögu þessara félag meðan Jón Hjaltason, sagnfræðingur, hann að skrifa söguna. Hvenær má gera ráð fyrir að sagan komi út? Við minnast í 2017. Starfsemin hefur væntanlega tekið umtalsverðum breytingum í áranna rás. Hún hefur gert það og náttúrulega mikið meiri tæknivæðing og miklu betra komast svona samskipti við fólk. En það eru sömu málin sem að menn eru raunverulega að fá inn að borð hjá sér núna og var örugglega fyrir 110 árum. Það raunverulega alltaf þetta sama, það verið að samskipti fólks við atvinnurekendur í sambandi við hvort þeir fái rétt borgað og hvort réttindi séu brotin. Þetta hefur ekkert breyst en margt annað sem það er svona tækni og ýmislegt annað sem við höfum verið að sýsla með eins og til dæmis núna þessi starfsendurhæfingarsjóður virk og fleira sem komin í okkar starfsemi. Þannig að baráttan fyrir launum áfram rauði þráðurinn. Það náttúrulega númer 1, 2 og 3 og það náttúrulega það sem að þetta snýst mest og líka það að reyna að finna leiðir til þess að geta bæði hjálpa fólki í sambandi við ef að lendir í einhverjum veikindum eða þá að getur létt sér upp að fara í orlofshús eða eitthvað því líku. Ungt fólk, hver afstaða ungs fólks til stéttabaráttu varðandi þá í einingu Iðju? Það til núna undanfartin 2-3 ár þá hefur fjölgað gríðarlega að ungt fólk komi og leiti sér upplýsingar á skrifstofu félagsins og mér finnst það að vera orðin miklu stærri parturinn af því sem koma ungt fólk heldurinn og þannig það hefur orðið breyting og við undum það líka í verkfallinni voru að það var síst minni jákvæðni og kraftur í unga fólkinu sem hafði aldrei kynnst verkfallum heldur þá hinum eldri. Þú sagðir á aðalfundinum að nokkuð stór hluti launafólks skoðar aldrei launaseðlana sína. Þetta hlýtur að valda nokkrum áhyggjum. Já, þetta í könnunni sem Gallup gerði fyrir okkur þarna núna í haust að þá kom í ljós að 12% fólks skoðað ekki launaseðlana sína sem náttúrulega alveg ótækt vegna þess að launaseðlinn náttúrulega kvittun fyrir því sem fólk að fá borgað og ef einhver gerir mistök sem að geta nú alltaf gerst þá veit fólk ekki af því og getur ekki óskað eftir leiðréttingu og við höfum fengið mál þar sem að fólk að koma kannski eftir 1-2 ár sem búið að vera vitlaus og skilur ekkert í því af hverju það hafa alltaf fengið vitlaust útborgað. Hvernig svona samstarfið við atvinnulífið og þá vinnuveitendur? Það yfirleitt mjög gott og það sem svolítið skemmtilegt við það að atvinnurekendur þeir vilja eiga gott samstarf við stéttarfélög og leggja sér fram en auðvitað alltaf svartir sauður innan. Svona helsta ógnunin núna þessar mundir það til dæmis erlend vinnuafl? Það það sem núna við erum eiginlega átaki í að reyna að passa upp á og þetta þarna í sambandi við eins og hefur komið upp þessi með sjálfboðavinnuna og að verið að brjóta á erlendu verkafólki. Þetta ákveðin ógn að það verið að reyna að hafa af fólki þessi réttindi sem búið að vera að berjast fyrir í 110 ári svo hér á Eyjafjarðarsvæðinu. Hvernig ætlið þið að bregðast við? Já, það nýlega núna náði samkomulag milli 14 stéttarfélaga það að ráða hér sérstaklega verkefnastjóra til þess að stjórna hér þessu starfi sem bæði hér á Eyjafjarðarsvæðinu, í Skagafirði og í Húnavatnssýslum. Þannig að það byrjar núna frá 1. maí og svona reynslu í 18 mánuði.
Alþýðusamband Íslands ætlar að beita sér fyrir því að ég reisa íbúðir fyrir tekjulægri einstaklinga. Það hefur aðallega verið talað höfuðborgarsvæðið, en hvað með til dæmis Eyjafjarðarsvæðið? Já, þá var það svolítið skemmtilegt að bæjarráð Akureyrar óskaði eftir því fundi með Alþýðusambandinu til þess að ræða þessi mál. Þetta er auðvitað allt á frumstigi. Þar kom forseti Alþýðusambandsins Norður og tók með félagana hér á Akureyri ásamt fulltrúa BCB Jakobínu. Þannig að þar var svona rætt og menn rættu málin og það er full vilji til þess að skoða þetta betur. Það byggist náttúrulega alltaf því að þetta húsnæðisfrumvarp sem er núna í þinginu að það nái fram að ganga. En ég bind mikla vonir við það að þarna sé hægt að ýta úr vör einhverju sem getur hjálpað þessu unga fólki sem er kannski ekki með mikla tekjur til þess að komast í húsnæði.